Ágætu gestir, ég býð ykkur velkomin í Arion banka á þennan morgunfund greiningardeildar efnahagshorfur. Við lifum á, skulum við segja, tvísýnum tímum. Margar stórar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Þetta rétt eins og í hlutafélögum. Hluthafarnir hafa einn dag á ári þar sem þeir geta haft afgerandi áhrif. Þetta fellur í okkar skaut þegna þessa lands öllu jafnan á 4 ára fresti að taka mikilvægar ákvarðanir og þar stöndum við. Upplýst umræða forsenda góðra ákvarðanatöku og við hér í Arion banka og greiningardeildin við leggjum okkur mikið fram að stuðla að upplýstri umræðu. Þegar fólk hefur ekki nægar upplýsingar þá stundum einfalda leiðin að gera eins og næsti maður. Við þekkjum marg dæmi það. Við keyptum okkur öll fótanuttæki og við keyptum öll hlutabréf í Decode og nú ætlum við öll að kjósa Framsóknarflokkinn. En það mikilvægt að fólk hafi góða grunn til að byggja og við leggjum okkur fram það. Fyrir mig hefur alltaf skipt mestu máli að horfa bara í lífsgæðin og auðvitað leggja menn misjafna mælistik á það. Ég hef búið í útlöndum og þar eru líka lífsgæði, þau eru öðruvísi. Ég bjó lengi í Hollandi og vísast var meira veitingahúsum þar og betri hjólastígar og ódýrari kjúklingabringur. Það sem mér hefur alltaf fundist vera mestu lífsgæðin hérna á Íslandi gríðarlega hátt atvinnustig. Það hafa allir vinnu sem mér finnst heilbrigt. Allir hafa haft tækifæri til að hafa í sig og á þokkalega. Við höfum farið svolítið út af þeirri braut og við eigum núna við svona líkari viðfangsefni og nágrannaþjóðirnar eiga við etja í þeim efnum. Og auðvitað grunnurinn að atvinnustiginu, það náttúrulega atvinnulífið. Og þó að við höfum náð miklum árangri eftir hrunið mikla að laga til hluti, þá eigum við talsvert langt í land með því að byggja upp trúverðugt atvinnulíf. Það sem einkennir kannski okkar orðræðu gríðarlega mikill ágreiningur gríðarlega mörg mál og við verðumst ekki geta komið okkur saman marga hluti og það endurspeglast þá í þessari kosningabaráttu sem núna og það hefur sjaldan verið svona óræðara, mörg framboð, margar uppskriftir og mikilvægt að við getum mótað okkur hvert og eitt skoðun á því hvernig best að fara hlutunum. Auðvitað eru markmiðin í sjálfu sér kannski ekki flókin en leiðirnar að þeim eru margar og ekki allir á einu máli hvernig á að fara með. Það sem lykilatriði að auka tiltrú á íslenskt atvinnulíf. Þannig getum við byggt upp hér atvinnustigið og svona þessa grunnþætti sem við þurfum að hafa. Til þess þurfum við að byggja upp hér meiri pólitískan stöðugleika, fyrirsjáanlegra laga- og regluumhverfi og minnka svona átökin þannig að við getum öll verið svona meira á einni braut. Prógrammi hér áhugavert og vonandi verði margs vísari. Ásdís Kristjánsdóttir, forstöðumaður greiningardeildar, ætlar að fara yfir sitt erindi sem heitir Föst í fyrsta gír. Það segir kannski eitthvað. Og síðan ætlar Hafsteinn Gunnar Hauksson, sérfræðingur í greiningardeild, að segja okkur eitthvað afnám haftana. En að þessu sögðu þá ætla ég að biðja Halldór Bjarkar Lúðvíksson, framkvæmdastjóra fjárfestingabankasviðs, að taka við stjórn fundarins. Takk fyrir. Ágætu gestir, ég ætla að fá að halda í hendina á okkur hérna í gegnum þessa ráðstefnu. Fyrirkomulag nú frekar einfalt, þannig að það mun væntanlega ekki reyna mikið á hæfileika undirritans í fundarstjórn, en ég ætla nú samt að fá að byrja á því að fara í gegnum nokkuð praktísk atriði áður en að við byrjum. Við erum semst með 2 erindi á dagskrá eins og Höskuldur talaði og við reiknum með að
hvort erindi taki cirka 25 mínútur, þannig að þið ættu öll að vera komin í vinnuna svona vel fyrir 10 ef allt gengur eftir. Við ætlum ekki að vera með spurningar í lok erindana, þannig að þær spurningar sem að kunna að vakna, að þá verða þau Ásdís og Hafsteinn hér frammi að erindunum loknum, þannig ég vil bara hvetja ykkur til að hjóla í þau hérna frammi, en sem sagt við ætlum ekki að vera með spurningar á milli eða í loki erindana. Arion banki leitast við að vera umhverfisvænn banki, þannig að við ákváðum að prenta ekki út kynningarnar og dreifa þeim hér á pappír, en hins vegar verður þau dreift á þá sem hafa skráð sig hér til leiks bara í dag. Þannig ef einhverjir mættu hér á þess að skrá sig, að þá endilega bara senda post á greiningadeild@arionbanki.is og þið munu fá kynningarnar sendar hæl. Þannig ég held að þetta hafi nú svona verið kannski það sem ég ætlaði að fara í kringum svona fyrirkomulagið. En þá er sér rétt að snúa okkur að formlegri dagskrá. Eins og Höskuldur kom inn á, þá spyr ég þau Ásdís og Hafsteinn svona nokkuð áleitinna spurninga í titlunum og erindunum sínum, og ég vissum að þetta eru spurningar sem hafa leitað á mörg okkar á undanförnum mánuðum og misserum. Erindin Ásdísar ber titilinn Föst í fyrsta gír, og það er því miður stundu tilfinningi sem að fær hér að við séum svolítið föst í fyrsta gír. Fjárfestingar í lágmarki, hagvöxturinn að mestu leiddur eða drifinn áfram af einkaneyslu. Það er ekki alltaf augljóst að benda ástæðuna fyrir þessu. Það eru vandræði í evrusvæðinu, það er pólitískur óstöðuleiki hér heima, það eru gjaldeyrishöft og svo mætti halda áfram að telja. Ég er svo sem ekki viss um að Ásdís ætli að fara mikið í að greina orsakirnar, en ég held hún til frekar að horfa fram á við og greina svona afleiðingar þess ef að núverandi kyrrstaða heldur áfram. Þannig að ég held að við höfum bara að bjóða Ásdísi Kristjánsdóttur, forstöðumann greiningardeildar, velkomin á svið. Já, komið sæl. Nú, erindi mitt í dag fjallar nýja hagspá greiningardeildar sem við gefum núna út. Hagspáin með svolítið óhefðbundnu sniði að þessu sinni. Það er að segja að við erum að birta hér grunnspá og forsendur þess að þessari grunnspá byggir á því hvernig líta hagvaxtarhorfur út ef við höldum áfram á sömu braut. Nú, ég ætla að skipta erindum mín í þrennt. Í fyrsta lagi ætla ég að fara yfir þessa grunnspá sem við kjósum að kalla föst í fyrsta gír. Nú á því loknu þá ætla ég að fara yfir verkefnalista. Það er að segja þau verkefni sem við teljum að séu aðkallandi á komandi misserum, og að lokum þá ætla ég að fara yfir niðurstöður. Við teljum að hagkerfið að við séum stödd á ákveðnum krossgötum í dag og í raun að það séu tvær leiðir í boði. Fyrsta leiðin er að við höldum áfram á sömu braut og festumst í fyrsta gír. Þetta byggist í raun á því að það tekst ekki að koma fjárfestingu í gang. Nú, ef að útlitið þannig að fjárfesting hér í algjöru lágmarki, þá erum við að spá því að það verði hér lítill hagvöxtur í skjóli hafta og það verði áframhaldandi óvissa og óöryggi heilsu hagkerfisins. Fjárfesting verður áfram í algjöru lágmarki. Nú, jafnframt óttast við að það verði hér áframhaldandi víxllækkun launa og verðlags og þess vegna muni Seðlabankinn feta þetta þrönga fótstig milli veiks raunhagkerfis og vöru og eignaverðbólgu. Nú, önnur leið sem í boði, það er að við setjum í fimmta gír og náum að koma fjárfestingu í gang. Fjárfesting skapar bæði fjölgun starfa sem og kaupmáttur eykst. Og þetta í raun forsenda þess að við náum að rjúfa þennan vítahring sem við erum stödd í milli lítils hagvaxtar og hægagangs við afnám hafta. Nú, jafnframt myndum við þá að okkar mati, ef við komum fjárfestingu í gang, þá sjáum við jafnframt fram á og við fáum hér sjálfbæran hagvöxt til langs tíma. Nú, vindum okkur þá í grunnspá okkar, föst í fyrsta gír. Hér sjáum við hvernig hagvaxtarspáin okkar lítur út. Við erum að spá því að hagvöxtur næstu ára verði undir langtíma meðaltali, hvort sem við erum að horfa á meðaltal frá seinna stríði eða frá 1990. Þetta hagvöxtur á bilinu 1,5 til 2,4%. Og að okkar mati þetta ekki nægjanlega mikill hagvöxtur til að standa við þær skuldbindingar sem framundan eru. Við þurfum á meiri hagvexti að halda, einkum og sérlagi þurfum við á gjaldeyrisskapandi hagvexti að halda.
Nú eins og þið sjáið þá erum við að lækka verulega hagvaxtarspá okkar frá þeirri spá sem við gáum út hér fyrir ári síðan. Ástæðan fyrir því má í raun rekja til þess að innlend eftirspurn, eða það að hægja mun hraðar á innlendri eftirspurn heldur en það sem við gerðum ráð fyrir hér fyrir ári síðan. Og þessi mynd í raun endurspeglar hvernig gangurinn hefur verið núna á undanförnum misserum í hagkerfinu. Þið sjáðu myndinni hér til vinstri, hún sýnir hvernig þróunin hefur verið á kortaveltu, heimila og einkaneyslu. Það var hér mjög skjótur bati á einkaneyslunni í kjölfar hrunsins og það mjög eðlilegt. Eftir eins mikil áfall við urðum fyrir þá verður oft á tíðum á mjög skjótur bati. En hins vegar getur vöxturinn ekki verið sjálfbær nema að tilkomi fjárfesting. Og því miður þá útlit fyrir að það allavega höfum við séð það að það hefur ekki tekist að koma fjárfestingu í gang. Það sem að gerast núna að það að hægja mjög hratt á vextinum í einkaneyslunni og miðað við nýjustu kortaveltutölur þá útilokum við ekki að það muni jafnvel mælast hér samdráttur á fyrsta fjórðungi ársins. Og þetta í raun helst í hendur við það að á sama tíma þá þetta fjara undan áhrifum vegna einskiptis aðgerða. Heimilin hafa verið að ganga á sparnað til að halda neyslustiginu sínu gangandi en við höfum séð það á árinu 2012 þá minnkuðu þessi áhrif, það að segja aðgerðina voru ekki eins miklar og þau voru á árinu 2011 og við gerum jafnframt ráð fyrir áhrifin verði enn minni á árinu 2013. Fjárfesting í algjöru lágmarki og hún hefur í raun haldist í þessu lágmarki frá hruni og þetta í raun, það má segja að það hér skortur, eða það að segja að okkur hefur ekki tekist að auka hér traust og trú á íslensku efnahagslífi og vegna þessa hefur okkur ekki tekist að ná fjárfestingunni í gang. Og við auðvitað að glíma við ákveðið vandamál vegna þess að við þurfum á fjárfestingu að halda, einkum og sérlega gjaldeyrisskapandi fjárfestingu til að það sé raunhæft að opna hagkerfi hér á nýjan leik á komandi árum. En að sama skapi þá hefur okkur ekki tekist nægjanlega vel að koma fjárfestingu í gang, meðal annars vegna þess að við erum föst í höftum. Eftir því sem við ílengjumst í gjaldeyrishöftum því neikvæðari áhrif hafa höftin á atvinnulífið. Bæði vegna þess að óvissan eykst og jafnframt má í raun segja að tiltrú manna og fyrirtækja minnkar ár frá ári eftir því sem við ílengjumst í höftum. Nú eins og ég kom inn áðan þá í raun fjárfesting frumforsenda þess að við rjúfum þennan vítahring sem við erum stödd í, það að segja milli lítils hagvaxtar og hægagangs við afnám hafta. Vextir eru niðurgreiddir í haftaskjóli og þeir gætu því haft jagandi áhrif á fjárfestingarákvarðanir. Það sem hins vegar athyglisvert að ef við skoðum fjármunaeign okkar þá bendir það til þess að fjárfestingar síðustu ára hafa ekki dugað til að mæta þeim afskriftum sem hafa verið. En hins vegar miðað við núverandi spá okkar þá erum við hins vegar að gera ráð fyrir því að við munum fjárfesta upp í afskriftir en ekkert umfram það. Og hér sjáum við hvernig fjármunaeign okkar hefur verið að vaxa og þið sjáum undanförnum árum þá höfum við verið að ganga á fjármunastokkin okkar. Það að segja að fjárfestingar síðust ára hafa ekki einu sinni dugað fyrir afskriftum. En til þess að við séum að fara að skila hér aukinni framleiðslugetu þá þurfum við að sjá fjármunaeign okkar vaxa. Utanríkisverslun hefur verið að draga hagvöxt niður á undanförnum árum. Það að segja að innflutningur hefur verið að vaxa hraðar heldur en útflutningur. Við erum hins vegar að gera ráð fyrir því að á þessu ári þá muni utanríkisverslun skila jákvæðu framlagi til hagvaxtar. Nú það helgast í raun af því að bæði innlend eftirspurn, það að hægja verulega hratt á innlendri eftirspurn og það kallar á minni innflutning til landsins en ella, en jafnframt erum við fremur bjartsýn á útflutningin og einkum og sérlagi erum við bjartsýn á þjónustuútflutningin. Á árunum 2014 og 2015 gerum við hins vegar ráð fyrir því að framlag utanríkisviðskipta verði neikvæð. Við gerum á þeim árum ráð fyrir því að innlend eftirspurn muni vaxa hægt og bítandi á næstu 2 árum. Nú hér sjáum við hvernig afgangurinn á vöru- og þjónustuviðskiptum. Á undanförnum árum hefur þessi afgangur verið að skreppa saman og á árinu 2012 vorum við að skila hér 6% afgangi af vöru- og þjónustuviðskiptum
eða sem nemur 120 milljörðum. Við erum hins vegar að spá því að afgangurinn muni vera meiri á komandi árum og við séum að skila hér í kringum 8% af landsframleiðslu afgang af vöru- og þjónustuviðskiptum. Þrátt fyrir að það þýði að hér sé að koma gjaldeyri til landsins upp á 150 milljarða, þá er það okkar mat að þessi afgangur muni ekki duga fyrir því útstreymi sem framundan er. Atvinnuleysið hefur verið að ganga mjög hratt niður og einkum gekk atvinnuleysið hratt niður á síðasta ári. Það eru nokkrar skýringar á bakvið það og nú í fyrsta lagi þá hefur auðvitað verið að mælast hér hagvöxtur. Þannig að þegar hagkerfið er að vaxa þá kallar það auðvitað eftir fjölgun starfa. Þannig að það hefur haft áhrif. En jafnframt eru aðrir þættir að hafa hér áhrif. Langtíma atvinnulausir hafa verið að detta út af skrá hjá Vinnumálastofnun og eru nú komin á framfærslu á vegum sveitarfélaga. Þessir aðilar eru þess vegna ekki skráðir sem atvinnulausir í dag og það hefur haft áhrif á atvinnuleysistölur. Jafnframt hafa verið vinnumarkaðsúrræði á vegum Vinnumálastofnunar og það er að segja að atvinnulausum hefur verið boðið að ganga í vinnumarkaðsúrræði og taka þátt í vinnumarkaðsúrræði og það hefur í raun leitt til þess að þeir eru þá ekki skráðir sem atvinnulausir. Við teljum þess vegna áhugavert jafnframt ekki bara að skoða skráða atvinnuleysi, heldur mjög mikilvægt einnig að skoða fjölgun og fækkun starfa. Nú eins og þið sjáið í hruninu þá fækkaði störfum ríflega 16.000 í hruninu. En hins vegar eftir hrun þá hefur störfum fjölgað 2.900. Þannig að ennþá eru 13.000 færri starfandi heldur en þegar mest hér. Og það þetta mjög mikilvægt að þegar hagkerfið fyrir að vaxa á nýjan leik að við fáum tilbaka alla þá einstaklinga og fjölskyldur sem hafa flutt hér að landi brott. Við höfum áhyggjur af víxlverkun launa og verðlags og við erum trekk í trekk að sjá hér þessa klassísku launaverðbólgu brjótast hér fram. Þessi mynd sýnir ársbreytingu á nafnlaunum á hverju einasta ári og brotnalínan sýnir meðalframleiðnivöxt og við bætum við verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Ef að súlurnar eru hærri en sem nemur brotnalínan, þá eru launahækkanir ekki í samræmi við verðbólgumarkmið Seðlabankans. Nú eins og þið sjáið þá hafa launahækkanir hér á undanförnum árum eða í raun öllum árunum nema undanskilda árinu 2009 verið umfram það sem samræmist verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Og við gerum ráð fyrir í okkar spá að þessi taktur muni halda áfram á árunum 2013-15. Nú önnur birtingarmynd hinnar klassísku launaverðbólgu er að skoða launakostnað á framleidda einingu. Eins og þið sjáið á myndinni hér til vinstri þá skerum við okkur úr á við önnur lönd í Norðurlöndum sem og OECD og launakostnaður okkar hefur hækkað mjög skarpt og þetta eru launakostnaður sem að hækka bæði ofan í minnkandi framleiðni sem og hækkandi nafnlaun og þegar framleiðnin er að skreppa saman eða minnka í hagkerfinu þá þetta ekkert svigrúm hjá fyrirtækjum til að taka á sig þessar launahækkanir eða þennan launakostnað. Þannig á endanum endar þetta þessi hækkunarkostnaður út í verðlagi til neytenda. Hér sjáum við verðbólguspáin okkar lítur út og við erum hér að bera okkur saman við spá Seðlabankans. Það ólík sýn á verðbólguhorfur. Við erum að spá því að verðbólgan verði hjá bilinu 45% á komandi árum. Seðlabankinn hins vegar á því að verðbólgan ganga hratt niður og vera komin á markmið í lok spátímabilsins. Myndin hér til hægri sýnir raunstýrivexti, það er að segja hér erum við með nafnstýrivexti og drögum frá verðbólguna, annars vegar miðað við verðbólguspá okkar og hins vegar miðað við verðbólguspá Seðlabankans. Nú brotnalínan sýnir hvernig raunstýrivexti munu þróast miðað við verðbólguspá Seðlabankans og þessi mynd sýnir í raun aðhald peningastefnunnar. Seðlabankinn hefur í yfirlýsingu sínum sagt að þeir vilji sjá aðhaldið aukast jafnt og þétt á komandi árum og hafa gefið til kynna jafnvægisraunvextir eigi að vera í kringum 3% þegar slakinn hverfur úr hagkerfinu og þess vegna mjög áhugavert að skoða þessa mynd til við áttum okkur á því hvert stýrivextinir að fara. Nú ef að spá Seðlabankans gengur eftir og verðbólgan gengur jafnt og þétt niður þá útlit fyrir að Seðlabankinn muni ekki þurfa að hækka stýrivexti á komandi árum vegna þess að aðhaldið mun aukast í gegnum hjaðnandi verðbólgu. En hins vegar ef að spá okkar gengur eftir
þá sjáum við að aðhaldið mun í raun haldast óbreytt. Þannig að við óttumst því að ef að verðbólgan mun vera hér viðvarandi yfir verðbólgumarkmið og verðbólguvæntingar háar, að þá muni Seðlabankinn grípa til vaxtatækisins á nýjan leik. Hins vegar hefur Seðlabankinn áhyggjur af raunhagkerfinu eins og við og hefur þess vegna lagt frá sér stýrivaxtatækinu að minnsta kosti í bili og hefur verið með meiri fókus á gengismarkmið. Það er að segja að þeir hafa með yfirlýsingu sínum sagt að þeir eru að beita inngripum á gjaldeyrismarkaði til að styðja við gengi krónunnar. Við teljum mjög jákvætt að Seðlabankinn sé að grípa til fleiri stýrivaxta til fleiri tækja til að ná tökum á verðbólgunni, einkum og sér í lagi ef tilgangur þess er að sveiflujafna gengi krónunnar. Það er að segja að ef tilgangurinn er að halda gengi krónunnar tiltölulega stöðugri. En vegna þess að Seðlabankinn hefur með yfirlýsingu sínum sagt að þeir eru að beita inngripum til að styðja við krónuna, þá erum við tilbúin að setja hér gólf og þak undir og yfir gengi krónunnar. Og við teljum að meðan Seðlabankinn er á gengismarkmiði að krónan muni sveiflast á þessu bili. Og það hefur í raun sýnt sig á okkar mati að Seðlabankinn hefur haft tilhneigingu til þess að beita inngripum þegar krónan er að nálgast gólfið eins og við setjum hér með appelsínugulu línunni. Við hins vegar teljum að Seðlabankinn álíti að styrkingin sem átti sér stað hér síðasta sumar hafi verið mistök og átti sig á því, enda sjáum við að það varð hér mjög mikil hröð styrking síðasta sumar, en sú styrking gekk öll tilbaka og vel það. Það er mjög mikilvægt að ef að Seðlabankinn er að beita inngripum að hann beiti þeim á þann máta að hann er að sveiflujafna gengi krónunnar, það er að segja halda krónunni stöðugri. Ástæðan fyrir því er að gengislekinn er ósamhverfur. Það er að segja að þegar krónan styrkist þá sjáum við ekki eins mikil áhrif fara út í verðlag til neytenda eins og þegar krónan veikist. Og þess vegna er mjög mikilvægt að koma í veg fyrir það að við sjáum þessa miklu styrkingu sem átti sér stað hér síðasta sumar, vegna þess að verðbólgutölur síðasta vetur sýndu það að leið og styrkingin gekk tilbaka þá fengum við hér talsverða verðbólgu. Við teljum þess vegna að Seðlabankinn sé núna að vannýta eða ekki að nýta sér það svigrúm sem hefur skapast á undanförnum vikum og mánuði til að grípa til inngripa á kauphliðinni. Og ef að markmið Seðlabankans er að sveiflujafna gengi krónunnar, þá teljum við að hér sé umtalsverð sveifla sem þeir hefðu einmitt átt að beita inngripum til að koma í veg fyrir. Og þetta er ekki síður mikilvægt þegar við horfum á gjaldeyrisforðann, hann er nettó neikvæður, þannig að Seðlabankinn er að beita skuldsettum forða til að styðja við gengi krónunnar, þannig að þetta er ekki síður mikilvægt að hann þá beiti inngripum á kauphliðinni og kaupi þann gjaldeyri tilbaka leið og svigrúm skapast. Þannig að niðurstaðan okkar með grunnspána er í raun svo að við erum að festast í fyrsta gír. Höftin er að hamla framgang og vöxt atvinnulífsins og þetta er í raun undirstaða þess að við getum bætt lífskjör okkar. Við erum með lága vexti í skjóli hafta og við höfum séð það að það er hér lítið úrval fjárfestingakosta og það er vissulega hætta á eignaverðbólgu. Seðlabankinn hefur áhyggjur af raunhagkerfinu og hefur þess vegna skipt út stýrivaxtatækinu að minnsta kosti í bili og tekið upp gengismarkmið. Það hefur ekki tekist að skapa hér traust og trú á íslensku efnahagslífi, þannig ef við höldum áfram á sömu braut þá erum við að það verði hér lítill hagvöxtur í skjóli hafta. Við óttumst að það verði hér áframhaldandi víxlverkun launa og verðlags og jafnframt hægagangur við afnám hafta. Nú, þá er það verkefnalistinn. Okkur fannst ekki síður mikilvægt að setja fram verkefnalista þegar við komum með svona dabrar hagvaxtarhorfur, þá finnst okkur mjög mikilvægt jafnframt að við komum setjum fram listan, það er að segja hvað þurfum við að gera til að við rífum okkur upp úr hjólförunum og komum hagkerfinu í gang og sköpum hér sjálfbæran hagvöxt til frambúðar. Við teljum að verkefnalistinn megi í raun skiptast í þessi 6 parta, 6 hluti. Nú, fyrsta verkefnið er að við þurfum að leysa snjóhengjuna. Að okkar mati er snjóhengjuvandinn 1200 milljarðar. Nú, annars vegar erum við með kvikar eignir í hagkerfinu. Það er að segja að þetta eru
íslenskar krónur í eigu erlendra kröfuhafa. Kvikareignir eru í kringum 400 milljarðar króna. Jafnframt erum við með íslenskar krónur í eigu erlendra kröfuhafa og það annars vegar eignarhlutur þeirra í þessum banka sem og Íslandsbanka og afgangurinn hér stóra Landsbankabréfið og skilyrðisbréfið sem og aðrar eignir. Það alveg ljóst að ef það á að vera hægt að opna hagkerfið á nýjan leik þá þurfum við að leysa þennan vanda. Það hefur verið hér talsverð umræða það hvað við ætlum að gera við þær krónueignir sem við erum að fara að fá frá kröfuhöfum og talsverð umræða hefur jafnframt verið það hversu mikinn afslátt við erum að fara að fá þegar við kaupum þessar eignir af kröfuhöfum. Við verðum hins vegar að átta okkur á því að þessi peningur ekki fastur í hendi. Það hafa engin nauðasamningar átt sér stað og það hefur engin eignasala átt sér stað. Þannig að það hlýtur að vera forgangsverkefni hjá okkur að við klárum nauðasamningana, samninga sem þá skapa ekki hér fjármála óstöðuleika og samhliða því auðvitað mjög mikilvægt að við komum hér með trúverðugt plan það hvernig við ætlum að opna hagkerfið á nýjan leik. Þannig sköpum við traust og trú á íslensku efnahagslífi. Annað vandamál að við erum að glíma við greiðslujafnaðarvanda. Það að segja við erum ekki að skapa nægan gjaldeyri til að standa við þær afborganir sem framundan eru. Og það alveg ljóst að við þurfum að endurfjármagna eða lengi í lánum eða það þarf að eiga sér stað hér eignasala. Hafsteinn ætlar að fara hér betur yfir þessa sviðsmynd og eftir, þannig ég ætla nú að staldra stutt við. En það allan ljóst að þetta eitt af þeim verkefnum sem við þurfum að leysa á komandi misserum. Þriðja vandamálið skuldsetning ríkissjóðs. Ríkissjóður skuldsettur, hann skuldar yfir 100% landsframleiðslu. Rannsóknir hafa sýnt að þegar skuldir fara yfir 90% landsframleiðslu þá sú hætta fyrir hendi að það muni hægja á hagvöxtunum vegna þess að greiðslubyrðin verður svo íþyngjandi. Það mjög mikilvægt að leið og svigrúm skapist að stjórnvöld nýti það tækifæri og greiði niður skuldir ríkissjóðs. Fjármagnskostnaður sem hlutfall af útgjöldum í dag í kringum 15% en hér á árum áðum var þetta hlutfall í kringum 5%. Fjármagnskostnaðurinn ekki aðeins hár í sögulegu samhengi, heldur hann jafnframt hár í alþjóðlegu samhengi. Þrátt fyrir það að ríkissjóði hefur tekist að fjármagna hallarekstur sinn í haftaskjóli. Þannig að þetta endurspeglar í raun mikilvægi þess að leið og svigrúm skapist þá muni ríkissjóður greiða niður skuldir, einkum og sér í lagi ef við ætlum að opna hagkerfið á nýjan leik þá öllum það ljóst að við erum ekki að fara að vera með áframhaldandi haftavexti hér í gangi. Við þurfum jafnframt að sjá hér aukinn stöðuleika. Ef við skoðum breytileika í verðbólgu og hagvexti þá sjáum við að Ísland útgildi á við önnur lönd, bæði hvað varðar verðbólguna sem og breytileika í hagvexti. Það mjög mikilvægt að við sköpum hér trausta umgjörð eða sterka umgjörð stjórn peningamála og ríkisfjármála þannig að við stuðlum að því að báðir þessir þættir vinni saman að því markmið að ná hér fram stöðuleika. Því að stöðuleiki auðvitað minnkar óvissu og eykur þar af leiðandi lífsgæði okkar. Fimmta atriðið, þá mjög mikilvægt að við setjum í fimmta gír. Við gefum okkur hér að fjárfesting taki almennilega við sér og verði komin í langtíma meðaltal undir lok spátímabilsins. Og þá sjáum við hvernig grunnspáin okkar lítur út í samanborið við þessa sviðsmynd. Gefum okkur það að fjárfestingar á komandi árum muni vaxa hægt og bítandi upp í langtíma meðaltal áranna 1970 til 2003. Og þá sjáum við að hagvaxtarhorfur breytast mjög mikið. Þær fara úr því að vera 1,5% upp í 2,4% í að vera meðaltali 5%. Þetta í raun það sem við erum að gera. Við erum að gefa okkur þetta gat sem hefur skapast. Við erum með fjárfestingar í algjöru lágmarki og ef við bara gefum okkur það frá deginum í dag munu fjárfestingar vaxa upp í langtíma meðaltal. Við erum að gefa okkur að það verði hér aukalega 100 milljarða fjárfesting á ári. Þá sjáum við að við erum að líta á allt annan hagvöxt. Við erum auðvitað, hagkerfið í algjöru lágmarki, við erum með fjárfestingar í algjöru lágmarki, einkaneyslan í algjöru lágmarki, þannig að það þarf svo lítið til að hagvaxtarhorfur breytist. Þó
þó að það yrði bara í svona helmingurinn af þessum fjárfestingum sem myndi eiga sér stað, þá samt sem áður munum við sjá þá tiltrú og traust á íslensku efnahagslífi vaxa og hjólin fara að snúast á nýjan leik. Þannig að niðurstaðan okkar er þessi að við óttumst það að við erum að festast í fyrsta gír, en forsenda þess að það gerist ekki, þá þurfum við að sjá fjárfestingu ná sér á strik. Miðað við óbreytta stöðu útlit fyrir að það verði hér lítill hagvöxtur í skjóli hafta og áfram verði innlend eftirspurn í algjöru lágmarki. Það mjög mikilvægt að rjúfum þennan vítahring sem við erum komin í milli lítil hagvaxtar og hægagangs við afnám hafta, og það auðvitað mjög mikilvægt að við náum að koma hér af stað gjaldeyrisskapandi fjárfestingu. Seðlabankinn hefur áhyggjur af raunhagkerfinu og hann hefur því lagt frá sér vaxtatæki að minnsta kosti bili og tekið upp gengismarkmið. Viðtalið vegna þessa þá muni krónan sveiflast á þröngu bili, en við óttumst hins vegar að Seðlabankinn muni grípa til vaxtatækisins á nýjan leik, einkum og sér í lagi ef að verðbólgan verður yfir markmiði og verðbólguvæntingar háar. Það mjög mikilvægt að við ráðumst í verkefnalistan sem fyrst, en að öðru óbreyttu ljóst að hagvaxtarhorfur hér eru fremur dabrar. Takk fyrir. Við þakkum Ásdísi fyrir og getum örugglega tekið undir hennar óskir það að við náum hagkerfinu upp úr núverandi lausagangi og í aðeins betri siglingu. En eins og þið sáu þá var afnám hafta svona í forgrunni á verkefnalistanum hennar Ásdísar og erfitt að tala efnahagshorfur nema að ræða aðeins gjaldeyrishöftin. Við sjálfsagt óþarf að minnast á það að þegar þau voru nú upphaflega sett í lög að þá var heimild til þess að viðhalda þeim til loka árs 2013. Sú dagsetning náttúrulega nánast komin og enda kemur engum óvart að það tókst ekki og búið að framlengja höftin ótímabundið. Og ég held að allir hér á Íslandi geta verið sammála það að afnám haftanna sé forgangsmál, en það eins og það stór mál sem á eftir að leysa áður en að það hægt og þessi mál hafa nú verið vinsæl í pólitísku umræðinu upp á síðkastið, hvernig eigi að fara með kröfuhafana og hvernig eigi að leysa snjóhengjuna, og finnst manni svo umræða byggja svolítið mikið á stóristum yfirlýsingum og lítið af staðreyndum, þannig að ég held að sé áhugavert fyrir okkur að reyna að fá nokkra staðreyndir á borðið og heyra kannski raunhæfar lausnir í stöðunni, og það það sem að Hafsteinn ætlar að gera. Hafsteinn er hagfræðingur í greiningardeild og hans erindi ber titilinn afnám hafta, fjarlægur draumur eða nálægur veruleiki. Hafsteinn. Takk kærlega fyrir, komið öll sæl og blessuð og verið velkomin og takk kærlega fyrir komuna. Gaman að sjá hvað eru margir sem hafa áhuga á stöðu íslenska hagkerfisins og framtíðinni, og eins og Halldór benti á að þá mikilvægt verkefni framundan afnám hafta. Og það var líka rétt sem hann sagði áðan að þetta svolítið áleitin spurning sem ég ber hérna upp í dag. Og það eiginlega fyrir hálfgerð mistök, ef svo má segja. Ég gerði svolítið sem maður á aldrei að gera þegar maður ræðst í svona greiningavinnu, að ég valdi heitið á erindinu áður en ég byrjaði á greiningavinnu. Og það var að því ég hélt að ég gæti svarað þessari spurningu, að mér langaði allavega til þess að reyna að slá eitthvað á það hversu nálægt eða fjarlægt við erum frá því að afnema höft. Og þegar ég var komin svolítið djúpt í greiningavinnuna þá rifjaðist upp fyrir mig sagan af Harry Truman Bandaríkjaforseta sem að bað einhentan hagfræðing. Og af hverju spurðu ráðgjafarnir hans, hvað gerum við einhentan hagfræðing? Jú, hann sagði, ég vil ekki hagfræðing sem segir on the one hand og on the other hand. Hann vildi fá skýr svör. En því miður og þá engin skýr svör við þessari spurningu. Ég hef ekki fengið vinnu hjá Harry Truman. Af því að þetta veltur á ótrúlega mörgum óvissu atriðum. Hvort að afnám hafta sé fjarlægur draumur eða einhver veruleiki sem að geti verið nær okkur. En við getum nálgast svar með því að skoða álitaefni, og það það sem ég ætla að reyna að gera í dag. Og þau eru hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi áður en hægt að losa höft, hversu langt þjóðarbúið frá því að uppfylla þessi skilyrði, hvaða aðgerða hægt að grípa til svo við uppfyllum þau sem fyrst, og hvort að þær aðgerðir eru raunhæfar. Og til grundvallar svörum við þessum spurningum að þá leggja nýlegt mat Seðlabankans á undirliggjandi stöðu hagkerfisins og undirliggjandi greiðslujöfnuði, og ég ætla að reyna að setja það mat í samhengi við úrlausnarefnin, við afnám hafta, og taka það þannig skrefinu lengra og rýna en síðan.
En fyrsta spurningin, þegar maður ætlar að rannsaka hvort að við séum nálægt eða fjarri því að afnema höft, og það væntanlega bara hvað skiptir mestu afnám hafta. Og árið 2011, þegar Seðlabankinn gefur út áætlun losun gjaldeyrishafta, að þá þetta svarið við þessari spurningu í 3 liðum. Það í fyrsta lagi þjóðhagslegu stöðugleiki sem þarf að vera til staðar áður en hægt að afnema höftin. Það þarf að vera traustur og nægilegur gjaldeyrisforði. Og undir hvern lið þarna voru síðan nokkrir undirpunktar sem þeir lögðu áherslu á. Í fjármálakerfinu þurfti að vera nægur eigin- og lausafjárstuðari. Það var mikil áhersla á ríkisfjármálin í þjóðhagslega stöðugleikanum, að þau væru sjálfbær, þannig að fjárfestar myndi ekki flýja ríkisskuldabréf þegar losun hafta myndi fara fram, og að ríkissjóður hefði ekki verulega fjármögnunarþörf að vextir skyldu hækka og svo framvegis. Og svo skipti miklu máli, það var alltaf við munið það kannski var mikil áhersla á það, að ríkið endurheimti aðganga erlendum fjármálamörkuðum svo það gæti haldið út öflugum gjaldeyrisvaraforða. Og þetta síðasta atriði hérna, jafnvægi á greiðsluflæði, það var svona eiginlega meira kannski í einhverju framhjólhlaupi sem var minnst á það. Og það var þá áhyggjur af því að það geti komið upp aðstæður þar sem það væri meira af peningum sem myndi vilja leita út úr hagkerfinu heldur en inn í það við losun hafta. Og afleiðingin af því að það myndi gerast, það auðvitað bara að framboð af krónum væri meira heldur en eftirspurn af krónum, og það gerist bara nákvæmlega saman með krónum eins og allar aðra vörur þegar það gerist, það verði á henni lækkar, það segja gengið sinn. Það einmitt það sem við viljum koma í veg fyrir þegar við losum höftin. Og í samhengi við þetta þá var eiginlega aðalega lögð áhersla á þessar gömlu aflandskrónur, þessar upphaflegu snjóhengju, ef svo má segja. Það að segja krónurnar sem eru í hagkerfinu frá því fyrir hrun. Og það var kannski svona minni fókus á annað. Og núna hefur umræðan breyst svolítið. Núna, ég skal ekki segja hvort við séum búin að leysa úr öllum öðrum úrlausnarefnum þarna, en áherslan og fókusin í umræðinni, hann núna eiginlega allur á jafnvægi greiðsluflæði. Og það sem hefur kannski bæst við þarna, það annars vegar það mjög þungur afborgunarferill og framhlæðin af ýmsum erlendum skuldum sem mun setja þrýsting á greiðslujöfnuðinn okkar. Og svo það hitt sem virðist líka núna allir séu sammála að það að snjóhengjan mun stækka gífurlega þegar gömlu bankarnir verða gerðir upp, að það eru útlendingar sem munu eignast mjög mikið af krónum, og það getur líka ógnað jafnvægi á greiðsluflæði. En af því að við erum að tala jafnvægi á greiðsluflæði, þá kannski spurningum að kíkja aðeins betur á það, hvað eigum við þegar við tölum það? Og jú, svona einfaldasta skýringin svo að þessi jafnvægi á þeim peningum sem fara út úr hagkerfinu og inn í það, en það kannski svolítið einfeldningsleg framsetning. Eða ekki, af því að peningar geta farið inn og út úr hagkerfinu með rosalega mörgum hætti, og ef við ætlum að sjá hvar okkar vandi liggur, þá þurfum við kannski að fara aðeins dýpra í greiðslujöfnuð þjóðarbúsins. Og greiðslujöfnuður þjóðarbúa almennt bara frekar flókið fyrirbæri, og það talsvert erfitt að ná utan, sérstaklega því það hægt að horfa á það svolítið mörgum augum. En mér finnst einfaldast að gera það með því að skoða einfaldlega líkindin á milli þess að reka heimili og þess að reka þjóðarbú. Og við getum bara svona farið í gegnum liðina sem að hreyfa greiðsluflæði hjá þjóðarbúi. Það að segja flæði gjaldeyris inn og út úr þjóðarbúinu. Í fyrsta lagi hefur þjóðarbúið alveg eins og heimilið einhverja tekjur af því að selja verðmæti á markaði. Og þjóðarbúið fær þessar tekjur gegnum útflutningi. Það gjaldeyrin sem að þjóðarbúinu fellur í skaut til að standa skil á sínum greiðslum í erlendri mynt. Og heimili myndi vilja halda upp einhverju neyslu, kaupa nauðsynjar vörur, hita, rafmagn og annað slíkt, og það kannski svolítið sambarlegt við innflutningin sem að þjóðarbúið stendur frammi fyrir, að það þarf að standa skil á honum. Og þegar neysluútgjöldin hafa verið dregin frá atvinnutekjum heimilisins, þá stendur eftir greiðslugetu. Það að segja hversu mikið heimilið getur eytt í vexti og afborganir af lánum, og það svolítið svipað á vöru og þjónustujöfnuður þjóðarbúsins. Svo leggjast ofan á heimili vaxtagjöldin, og það svipað á þáttatekjujöfnuðurinn í þjóðarbúinu. Það munurinn á þeim arðgreiðslum og vöxtum sem að leita út úr landinu og inn í það. Og eftir stendur þá verkur sparnaður heimilisins, og það sem sagt breyting á eignastöðinni. Það þá annaðhvort að lækka skuldir sínar og auka eignir sínar. Og það nákvæmlega það sem að viðskiptajöfnuðurinn gerir í þjóðarbúinu. Og hvernig batnar eignastaða þjóðarbúa og heimila? Það í fyrsta lagi gegnum það að fólk greiðir á lánin sín. Það að segja greiðir sér afborgan í lánum. Og það í sjálfu sér alveg það sama með þjóðarbúið. Það ýmsar samningsbundnar afborganar af erlendum lánum sem við munum þurfa að standa skil á áður en við getum gert nokkuð annað við gjaldeyrin.
það bara í sjálfu sér alveg eins á milli þjóðarbúsins og heimilisins. Ef að heimilið á einhvern afgang þarna á eftir, þá getur það farið að gera eitthvað skemmtilegt. Það getur lagt peningin á reikning, eða tekið þátt í hlutafjárútboði, eða keypt sér sjónvarp og bíl. Á meðan þjóðarbúið, ef við eigum einhvern afgang þarna eftir, þegar við erum búin að standa skil á samningsbundnum afborgunum erlendra lána, þá fyrir við kannski frekar að ráðast í einhver svona frekar leiðileg verkefni sem hangi yfir okkur. Það er að hleypa erlendum krónueigendum út úr landinu. Það væri sennilega efst á forgangslistanum, af því að það er krónustabbinn sem kemur í veg fyrir að við getum afnumið höft. Ef það er hins vegar halli þarna á, ef að sparnaður heimilisins dugar ekki fyrir afborgunum og ef að viðskiptajöfnuðurinn dugar ekki fyrir samningsbundnum afborgunum erlendra lána, þá stöndum við frammi fyrir einhverju fjárþörf og það þarf að mæta henni með endurfjármögnun eða eignasölu eða í tilfelli þjóðarbúsins erlendri fjárfestingu. Það er að segja að komi þolinmótt fjármagn inn á móti óþolinmóða fjármagninu. Og það er tvennt sem að kannski öðru fremur skilur af þjóðarbú og heimili. Það er annars verið að heimili er bara ein eining með eitt greiðsluhæfi, einn möguleika á endurfjármögnun og eina eignastöðu. Og meðan þjóðarbú samanstendur á fjölda aðila og þeir hafa mismiklar tekjur og skuldir og eignir og gjöld í erlendri mynt. Og með því að skoða þá alla sem eina heild, að þá svona reynum við aðeins, kannski missum að einhverjum núansum sem að getur falist í mismunandi stöðu, mismunandi aðila, en við þá fáum við svona betri mynd á reglum, þá sjáum við kannski skóin aðeins fyrir trjánum. En svo er það hitt sem að skiptir ekki síðumáli, að það er að skuldbindingar heimilisins og tekju þess og gjöld og eignir, að það er eiginlega í einni mynd. Og ef að heimilið á ekki fyrir afborgunum sínum, þá merkir það bara greiðslufall. En það þarf ekki endilega að þýða það fyrir þjóðarbú. Ef að viðskiptajöfnuður stefnir í að hann dugi ekki fyrir afborgunum, þá þarf það ekki endilega að koma fram í greiðslufalli viðkomandi, heldur getur það komið fram í því að gengi hrynur þegar þessi aðili fyrir að kaupa gjaldeyri á markaði. Og þannig getur vandamál eða gjaldeyrismisvægi eins aðila orðið að vandamáli hagkerfisins í heild, af því að það kemur fram í gegnum gengið. Og hvernig lítur þá þessi staða út? Hvernig eru horfurnar greiðslu jöfnuð þjóðarbúsins á komandi árum? Sko, við styðjumst hérna við spá Seðlabanka Íslands og ástæðan fyrir því við gerum það er svo að þetta eru forsendurnar sem að þeir sem að taka ákvörðun afnám hafta hafa í höndunum. Og það er kannski ágætt að byrja á að setja sig í þeirra spór þegar maður er að svara því hversu langt eða nálægt í að höftin verða afnum. Og svo er það líka bara svo staðrind að spá Seðlabankans er þokkalega varleg og hún er bara ágætt. Þetta eru ágæta forsendur og ekkert verri en hverjir aðrar. Og þeir eru jafnvel svartsýnni aldrei þessu vant heldur en við á marga þætti. En ef við rennum bara í gegnum hvern lið fyrir sig í greiðslujöfnun og reynum þá að fá einhverja heildarmynd af því hvernig staðan lítur út, þá er þetta spá Seðlabankans með útflutning vöru og þjónustu til ársins 2017 og þetta eru þá tekjurnar sem eru að koma inn í landið. Þetta er gjaldeyrin sem við höfum til að standa skil á öllum öðrum greiðslum. Frá þessu dregst, eins og ég sagði áðan, innflutningur. Það er það fyrsta sem við þurfum að standa skil á. Og þá standa eftir hérna einhver box sem er þá afgangur af vöru og þjónustuviðskiptum. Það er að segja, það er tekjur sem við höfum eftir af útflutningum okkar eftir við höfum greitt fyrir innflutningi. Það er þessi vöru og þjónustujöfnuður hérna, þetta er afgangur. Og af vöru og þjónustujöfnuðunum þurfum við síðan að greiða þáttatekjuhallann, það er að segja að greiða nettó, vexti og arð út úr landinu. Við sjáum hérna á fyrirhluta tímabilsins að þá eigum við svolítið eftir af vöru og þjónustujöfnuðunum þegar við höfum greitt vexti og arð. En á seinni hluta tímabilsins þá er þáttatekjujöfnuðurinn, vextur og arður, farnir að éta upp allan vöru og þjónustujöfnuðinn og gott betur. Þá stöndum við eftir með þennan viðskiptajöfnuð. Þetta er þá afgangurinn þegar við erum búin að leysa okkur hérna alveg niður hvern liður fyrir sig. Þá erum við með afgang hérna á fyrri hluta tímabilsins, smá halla á seinni hlutanum. Og við þurfum að muna það að viðskiptajöfnuðurinn, það er breytingin á erlendri stöðu okkar. Það eru þeir fjármunir sem við höfum til að bæta eignastöðuna. Og erlend staða þjóðarbúsins, hún getur breyst svona með svolítið misaðkallandi hætti. Og aftur, eins og ég sagði áðan, mest aðkallandi að það eru samningsbundnar afborganir lána. Af því að þær falli ekki undir höftin. Það er hérna restin af þessu, aflandskrónurnar og svo fjárfestingaþörf heimil og fyrirtækja á lífeyrissjóði erlendis, að það er allt einhver vandi sem er hægt bara að halda á hliðarlínunum með höftunum, en við sleppum ekki við samningsbundnar afborganir lána. Þannig að það er ágætt kannski að byrja þá á því að greina hversu mikið við þurfum að eyða í það að borga af lánunum okkar og þá sjáum við hversu mikinn afgang við höfum til að hleypa út til dæmis erlendum krónueignum sem að valda því að við getum ekki afnumið höftin.
Og þá erum við kannski farin að nálgast aðeins svari við því hvort við séum langt eða stutt frá því að geta afnumið höft. Þetta eru samningsbundnar afborganir íslenska aðila á erlendum lánum á næstu árum, árunum 2013 til 2019. Og það sést nú eiginlega bara strax sem maður lítur á þetta að þetta eru gigantískar upphæðir, miklu hærri heldur en viðskiptajöfnuðurinn sem við höfum yfir að ráða til að standa að skila á þessum afborgunum. En býðum nú aðeins við. Mjög stór hluti af stærstu súlunum að hann er appelsínugulur. Það er að segja, þetta eru greiðslur sem að ríkissjóður og Seðlabankinn þurfa að standa að skila á. Og svona allavega í bili að þá getum við alveg leyft okkur að líta fram hjá þessum greiðslum þegar við erum að meta hversu mikið álag verður á viðskiptajöfnuðinum okkar. Og ástæðan er þessi hérna. Að greiðsluferill lána Seðlabankans og ríkissjóðs, hann er þokkalega langur og það er til hérna gjaldeyrisforði á móti öllum afborgunum til ársins 2019 og með þess aðeins lengur en það, kannski næstu 10 ár fram í tíman, og þá er bara til gjaldeyrir upp í Seðlabanka til að mæta öllum afborgunum Seðlabankans og ríkissjóðs. Þannig að þessar afborganir munu ekki leggjast á viðskiptajöfnuðinn að öðru óbreyttu, allavega ekki svona í nánustu framtíð. Þannig að þá stendur eftir samningsbundnar afborganir erlendra annarra aðila ríkissjóðs og Seðlabankans. Og það sést nú eiginlega bara leiðum að lítur á þetta hvar vandinn liggur. Hérna það sem afborgunarbyrðin fer að verða mjög þung á árunum 2015 til 2018, þá er þessi guli súluhluti að hann er langstærsti vandinn. Og það er þetta skuldabréf á milli gamla Landsbankans og nýja Landsbankans í erlendri mynt sem mun þurfa að standa skil á. Orkuveitan, það er þetta svona tiltölulega stór hluti líka, þess vegna er það svona eitthvað sem þarf að skoða. Landsvirkjun hefur auðvitað erlenda tekjur á móti sínum afborgunum meira að minna, þannig að það er mjög ásennilegt að það sé einhverja forsendur til að fara að endursemja eða lengja í þeirra lánum. En svo eru aðrar afborganir erlenda lána að þær verða bara hverfandi á seinni hluta tímabilsins. Þannig að þessir hérna tvær súlur, Orkuveitan og Landsbankinn, og þetta er aðalmálið. Og ef við berum núna saman viðskiptajöfnuðinn sem er búið að teikna upp og svo erlendar afborganir lána, að þá sjáum við að viðskiptajöfnuðurinn dugir ekki fyrir þessum samningsbundna afborgunum á neinu ári. Og þarna myndum við vilja hafa einhvern afganga á nettó gjaldeyrisköpun eftir við höfum greitt þessar samningsbundna afborganir til þess að geta leyst út aðra krónueigendur. Vandinn er sá að það er halli hérna á þessari gjaldeyrisköpun á öllu tímabilinu. Það merkir að það er minna en engin peningur til eftir við höfum greitt samningsbundnar afborganir lána til þess að hleypa út öðrum erlendum krónueignum. Og ef við getum ekki mætt þessu með endurfjármögnun eða lengingu eða með erlendri fjárfestingu sem að streymir inn á móti eða með eignasölu, að þá er bara þrennt sem að getur gerst. Að krónan getur veikst og innflutningu dreifist saman þar til viðskiptajöfnuður er orðinn nægur til að standa undir afborgunum. Hérna á þessum fyrstu 2 árum að þá þarf þetta ekki að vera neitt óyfirstíganlegt. Þá getur bara krónan veikst aðeins og fólk fer til Benidorm með fjölskylduna í 5 daga en ekki 10 og þá er komin einhver smá afgangur til þess að geta brúað þetta bil. Seinni árunum þá er þetta orðin allt of stórt gat til þess að þetta geti gengið. Þá erum við að tala kannski bara verulegan og óásættanlegan þrýsting á krónun. Þannig að þetta er eitthvað sem við viljum ekki að gerist. Nú Seðlabankinn getur gengið á gjaldeyrisforðann til að standa skil á þessum afborgunum, en við viljum það ekki heldur það. Af því að Seðlabankinn auðvitað skuldar allan gjaldeyrisforðann meira eða minna og ríkissjóður ber ábyrgð á þessum skuldum og hann er mjög skuldsettur. Þannig að það er ekki sérstaklega aðlaðandi tilhugsun að ríkissjóður fari de facto að endurfjármagna erlendar skuldir einkaaðila með sínum forða. Og eða þá þriðji kosturinn að það verði bara greiðslufall á þessum lánum. Og helst myndum við ekki vilja að neinn af þessum kostum raungerðist. En fyrir afnám hafta þá er það sem að skipti mestu máli í þessu þetta hérna. Ef við getum ekki með okkar viðskiptajöfnuði einu sinni í staði skil á samningsbundnum afborgunum erlendra lána, þá er ekkert svigrúm til að hleypa út öðrum erlendum krónueignum. Og það eru þessar erlendu krónueignir sem er að valda því að við getum ekki losað höftin. Það eru erlendu krónueignir sem við þurfum að skrúfa niður ef við ætlum einhvern tímann að afnema það. Og það er bara engin smá stabbi. Þetta er svona í rauninni snjóhengjan sem að Ásdís talaði áðan. Þetta eru þá annars vegar kviku krónueignirnar og það eru gömlu aflandskrónur sem hafa verið inn í hagkerfinu síðan fyrir hrun og það hanga núna inn í innlánum og ríkistryggðum bréfum
og svo eru þetta erlenda krónueignir sem erlendir aðilar munu eignast uppgjör þrotabúanna, og það þá annars vegar eignarhluturinn Íslandsbanka á Arion og svo ýmsar aðrar kröfur á innlenda aðila. Og þarna höfum við sleppt skuldabréfum Landsbankans af því að við tókum til þeirra í afborgunarferlinum áðan, þannig að við viljum ekki tvítala þau. En þetta þá staðan sem ég búinn að draga upp, að það viðskiptajöfnuður sem dugir ekki fyrir samningsbundnum afborgunum, hvað þá meira. Og þessi vandi sem við þurfum að leysa út áður en við getum afnumið höftin, og það engin peningur til þess. Og þá ekki nema vona maður spyrji, afnám hafta þá bara fjarlægur draumur og ekkert meira? Þá kemur aftur ástæðinu fyrir því af hverju ég myndi ekki fá vinnu hjá Harry Truman. Svarið það veltur á ýmsu. Það veltur á því hversu vel okkur gengur að leysa úr þeim viðfangsefnum sem við stöndum frammi fyrir. Og við getum bara farið í gegnum þessa stærstu veikleikapunkta sem ég benti á. Í fyrsta lagi það Landsbankabréfin. Þau eru rosalega þunggreiðslubyrði og þyngri en við getum ráðið við. Og það alveg einsýnt að ef við ætlum að afgreiða þessa nauðasamninga, að þá þarf lenging á þeim að vera hluti af pakkan. Og manni heyrist á því sem Seðlabankinn talar að hann sé alveg á sama máli, og þetta eitthvað sem allir virðast vera orðnir sammála Og hérna sjáum við áhrifin af því ef þessi bréf væru lengd. Ef við myndum lengja þau til í 10 ár, úr 5 árum í 10 ár, þá væri afborgunarbyrðin þessi appelsínugula súla og hún væri komin undir 40 milljarða á ári. Ef við myndum lengja það í 20 ár, þá myndi aftur minnka helming greiðslubyrði. Hún væri þá komin undir 20 milljarða á ári. Og þið sjáuð að það gigantísku munur á því að vera að borga 20 milljarða á ári í afborgunar á þessum bréfum og hátt í 80 milljarða. Þannig að skaðans batnar heilmikið bara við þetta. Svo það skuldirnar hjá OR. Það nú reyndar ekki nærri því jafn stór hluti en ég meina við getum samt sem að við skrúfa þær niður einhverja 5 milljarða á ári hérna á næstunni með því að endurfjármagna þær. Og það virðist standa vilji til þess hjá stjórnendum fyrirtækisins, þannig að það bara vel hugsanlegt að þetta geti gerst. Og svo það auðvitað þannig að það einhver peningur sem kemur inn í hagkerfið. Að það eru einhverjir sem hafa áhuga á því að fjárfesta í landinu, einhverjir erlendir aðilar. Og þetta innflæði vegna erlendra fjárfestingar í grunnspá Seðlabankans og þeir hafa nú ekki alveg sýnt á spilin með það hvað þetta sem þeir sjá fyrir sér. Sennilegast eru þeir að sjá fyrir sér fjárfesting í tengslum við Helguvík, einhvers staðar hérna, og svo þetta fjárfestingar í orkuuppbyggingu að einhverju leyti. Og það má alveg debattera hvort að þetta sé of bjartsýnt hérna á ákveðnum árum eins og 2015 og of svartsýnt á árinu 2017. En svona heilt yfir að þá þessi forsenda erlenda fjárfestingu bara hvorki betri né verri en hver önnur. Og hún ekkert sérstaklega svartsýn og ekkert sérstaklega bjartsýn. Þannig að heilt yfir tímabilið þá þetta bara ágætt forsenda eitthvað innflæði. Og þá skulum við sjá hvað okkur búið að takast að bæta stöðuna mikið með þessum 3 aðgerðum. Með því að teikna upp smá innflæði vegna fjárfestinga, lengingu í Landsbankabréfunum til 20 ára og svo endurfjármögnun orkuveitunar. Þá gatið sem við þurfum að brúa að það búið að minnka sem nemur þessum súlum á hverju ári, alltaf 120 milljarðar, bara með þessum aðgerðum. Saman myndi þetta bæta stöðuna það mikið að þessi halli sem við sáum áðan á gjaldeyrissköpun væri að breytast í þennan ágæta afgang á fyrirhluta tímabilsins. Þá erum við komin með afgang sem við getum notað til að greiða út erlenda krónueiningendur á fyrirhluta tímabilsins, en ennþá erum við svolítið vandræðin á seinni hlutanum. Og hvað gera bændur þá? Svo annað sem má ekki gleyma í þessu heldur. Og það að það hellingur af erlendum eignum til í íslenska hagkerfinu eða í eigu íslenska aðila sem líka hægt að nota til að mæta þessum vanda. Og hérna ég búinn að teikna upp bara seljanlegustu eigninnar hjá Landsbankunum, Arion og Íslandsbanka. Það að segja að þetta eru bara reiðufé og markaðsverðbréf sem að þessir aðilar eiga í erlendri mynt og svo þetta eiga helling af erlendum eignum öðrum, útlánum og öðru slíku. En það er ekki jafn seljanlegt, það er ekki jafn liquid, þannig ég hefði ekki með þarna. Þetta eru bara liquid eignir bankana. Nú svo munu innlendir kröfuhafar gamlu bankana eignast alveg helling af gjaldeyri við uppgjör þeirra. Það eru líka vonandi peningar sem væri hægt að nota til þess að mæta þessum halla á greiðsluflæði. Og svo teikna ég upp líka einhverja smá gjaldeyrisseign hjá lífeyrissjóðunum. Það er að segja erlendar eignir sem að þeir væru hugsanlega tilbúnir að koma með heim umfram 20% notabene. Þannig að þeir gætu komin með þessa upphæð heim af erlendum eignum og samt haldið erlendum eignum sínum sem hlutfalla af heildareignum í kringum 20%. Og svo tala algjörlega dregin upp úr hatti, en það er kannski samt einhver sársaukamörk sem að hægt að horfa til. Þannig að þá myndi staðan líta svona út. Á næstu 5 árum að þá hefðum við einhvern gjaldeyri til ráðstöfunar
vegna þessara nettógjaldeyrisköpunar, það er að segja vegna viðskiptaafgangs og innflæðis að frádregnu útflæði og svo vegna lausra eigna. Það væri þá þessi stafli hér. Og við þurfum að nota hann til þess að greiða út þennan aflandskrónuvanda hérna, til að létta á honum. Hvernig gerum við það? Þetta er ekki jafn stóra súlur, þannig að það getur orðið svolítið flókið mál. Að fyrsta sem mest hefur verið talað að það er það að bankarnir verið seldir með einhverjum ríflegum afslætti frá bókfærðu eigið. Og þetta væru áhrifin ef að þeir væru seldir með 75% afslætti. Það er tala sem hefur verið nefnd. Það þarf ekki endilega að vera neitt mjög ósanngjarnt verð einu sinni fyrir þá. Þannig getum við litið svo á að sá sem að kaupið á kannski að fá helmingsafslátt frá bókfærðu eigið, það er að segja hann sé að borga price to book 0,5 og það er bara svipað á bankar út í Evrópu að seljast á. Þannig að það er enginn að segja að það sé endilega mjög ósanngjarnt verð einu sinni. Og svo getur aðili sem er tilbúin að koma inn með gjaldeyri í þessa fjárfestingu verið að fá annan helmingsafslátt á gengi krónur og samtals erum við þá komið með 75% afslátt. Það hefur mest verið talað lífeyrissjóðina í þessu sambandi og það veitir enda svo til að þetta passar eiginlega nákvæmlega saman að þeir gætu keypt bankana á 75% afslætti án þess að fara undir 20% heildareigna en í sjálfu sér að þá er það ekkert lögmál. Ég meina það gæti hver sem er komið inn með gjaldeyri og keypt bankana þannig lagað. Þá stöndum við eftir með þennan hérna vanda af aflandskrónum og þennan hérna stafla af gjaldeyri sem við getum notað til að leysa. Og þá er bara spurningin, hversu mikinn afslátt eru kröfuhafar tilbúnir að veita? Ef það tekst að fá út þeim 40% afslátt, þá getum við leyst helming aflandskrónuvandan sem eftir stæði. Ef þeir væri tilbúnir að veita 60% afslátt, þá væri búið að leysa 3/4 aflandskrónuvandan sem eftir stæði og ef þeir væri tilbúnir að veita 70% afslátt, þá getum við leyst allan aflandskrónuvandan sem eftir stæði. Og svo er kannski misjafnt hvort að fólki finnst mikilvægt að ríkið sé þáttakandi í þessu yfir höfuð, en ef að ríkið ætlaði að hafa eitthvað upp úr þessu, að þá myndi það gerast í þessu hérna skrifi. Það er að segja að ríkið myndi þá skattleggja söluna á aflandskrónum fyrir gjaldeyri og taka hluta af aflandskrónunum til sín og hlutan meirði beint til þess sem að kemur með gjaldeyrin inn í land. Og svo er hægt að debattera endalaust hvað á að gera við þennan pening. Einhverjum getur fundist að það ætti að taka hann og bara brenna hann, það er að segja að taka hann úr umferð, leggja hann inn í Seðlabanka og öðrum finnst að það eigi að lækka skuldir einkaaðila og það er bara háð gildismati hvað svo eins kannski hvað er skynsamlegast. Ég ætla ekki að hætta mér út á það sprengisvæði. Og svo er ýmsir þættir sem að gætu bætt þessa stöðu en þá frekar. Að það er bati í viðskiptakjörum, ef að virði útflutnings okkar eykst eða við þurfum að borga minna fyrir innflutningina, þá erum við komið meiri gjaldeyri sem við getum notað. Það sama gerist ef að krónan veikist, ef hún veikist hóflega yfir tímabilið og þá myndi vöxturinn í innflutningi sennilega vera hægari og við myndum hafa meiri pening, meiri gjaldeyri á milli handana til að standa skil á útgreiðslum. Ef að vextir verða áfram lágir erlendis, að þá gæti það sett minni þrýsting á þáttatekjujöfnuðin okkar, það er að segja við myndum þurfa að greiða minna af vöxtum út úr landi og það er alveg hugsanlegt að það verði þannig ef að hagkerfið erlendis taki ekki við sér. Og ef að það er hægt að teikna upp einhver arðbær innlend verkefni sem við getum fengið erlenda fjárfestingu í, já, þá myndi það allt bæta stöðuna líka. Og svo eru ýmis samningsatriði við gerð nauðasamningana. Og þeir eru svona hálfgerður svartur kassi þessum nauðasamningar, maður veit ekki nákvæmlega hvað er að gerast í þeim. En ef það er hægt að koma því fyrir þannig að það verði einhver eftirgjöf á krónukröfum að hálfu kröfuhafa, þá bara minnka vandinn enn frekar sem því nemur. En þá er spurningin hversu mikinn afslátt þurfum við? Það er að segja hversu langt þurfum við að skrúfa niður þessar aflandskrónur sem að standa inn í landinu án þess að það setji greiðslujöfnuð þjóðarbúsins verulega úr skorðum. Hættan þegar við afnemum höftin og við erum með einhvern aflandskrónuvanda eftir í kerfinu er þessi hérna. Ef aflandskrónuvandinn er of stór, þá missa fjárfestar, bæði innlendur og erlendir, trú á því að krónan sé sjálfbært skráð og það er að segja að hún hljóti að þurfa að veikjast. Og við það að þessir aðilar byrja að selja eignir sínar, þá byrja krónan að veikjast. Og þetta er það sem við kalla sjálfsuppfylltar væntingar. Þá byrja gengisfall, það kemur verðbólguskot, vextir hækka, samdráttur kemur í hagkerfinu, það eyðileggur tekjustofna ríkissjóðs, þannig að ríkið fer að lenda í vandræði með sína greiðslur, fyrirtæki og heimili, þeirra efnahagsreikningar fara allir í skrál og það verður aftur til þess að tiltrú fjárfesta að hún minnkar og þannig getur myndast svona vítahringur þar sem að verður óðagengisfall og það virðist engin botn vera undir gengi krónur. Þetta er það sem að gerist yfirleitt í gjaldeyriskreppum og þess vegna er svo mikilvægt að þegar við afnemum höftin að þá verði öll áhersla á þennan hérna hring. Að það verði gert þannig að tiltrú fjárfesta á afnámsferlið
á skráningu krónunar og á hagkerfi sé sem mestur til þess að krónan fari ekki af stað í þennan vítahring. Og staðreyndin er nefnilega svo að það virðist vera stór hluti af krónueigendunum að hann tiltölulega rólegur svo framalega sem hann viss að gengi sé ekki að fara að falla. Innan hafta til dæmis, þar sem að aflandsbúnaeigendur geta verið nokkuð viss að gengið haldið stöðugt, að þá til dæmis tiltölulega lítill þrýstingur í að komast út úr landinu í gegnum gjaldeyrisútboð Seðlabankans. Þetta eru tekin tilboð, þetta undir 10 milljarðar í hvert skipti og það þá undir 10 milljarðar sem tilbúnir að fara út á þessu gengi á krónu. Þannig að ef að fjárfestar geta treyst því að gengi veikist ekki þegar höftin verða afnumin, þá hugsanlega stór hluti þeirra sem að liggur bara ekkert á að komast út og líður bara vel með það að halda á íslenskum ríkisskuldabréfum eða innistæður í íslenskum bönkum. Þannig að niðurstaðan þessi. Spurjum hvort að afnám hafta á Íslandi sé fjarlægur draumur eða nálægur veruleiki. On the one hand, þá hægt að teikna upp aðstæður þar sem afnámi getur gerst hratt. On the other hand, þá líka hægt að teikna upp aðstæður þar sem það getur tafist ókomna tíð. Og það fer að ýmsu leyti eftir ytri þáttum sem við höfum ekki stjórn á, til dæmis hvernig vaxtaumhverfi og annað slíkt og viðskiptakjör þróast erlendis. En það sem við höfum stjórn á, og það uppgjör gömlu bankana, og það skiptir öllu hvernig tekst til þar það hversu hratt verður hægt að afnema höftin. Það lykilatriði að búin verði gerðið þannig að þessum óþolinmóðu krónueigendum sem að halda á krónum í íslenska hagkerfinu, erlendum aðilum, að þeim verði fækkað eins og kostur og það mjög erfitt að sjá fyrir sér að það sé hægt upp að neinu marki nema þeir taki á sig einhvern afslátt. Og það þarf líka að huga til þess að þrýstingur á greiðslujöfnuður minnki, til dæmis með því að endursemja skuldir Landsbankans og hugsanlega annarra fyrirtækja. Nokkrir punktar sem allt í lagi að hafa í huga þegar við förum í gegnum afnámsferlið. Það í fyrsta lagi það að ef við hefjum afnámsferlið og það búið að leysa úr sem stærstu vandamálum, þá getur skuldbindingum að afnámsferlið gangi hratt fyrir sig hjálpað til við ferlið sjálft. Því eftir því sem að fólk hefur meiri trú á að höftin sé á leiðinni út, að þeim tilbúnari eru erlendi fjárfestar til að koma inn í landi með pening og það mun auðvelda afnám haftana. Og það hefur alltaf reynsla Malasíumanna. Þeir gerðu þetta með tiltölulega trúverðugum hætti og þá gekk þetta vel. Þannig að það allt í lagi að huga þessu svo framalega sem það spillir ekki samningsstöðu gagnvart kröfuhöfum fyrst fremst í ferðinu. Svo það hitt sem ég myndist á að það ekki sérstakt áhyggjuefni að útlendingar eigi krónur og það þarf ekkert endilega að hugsa til þess að við skrúfum niður alla snjóhengina af því að hugsanlega hellingur af krónueigendum erlendum sem að líður bara vel með krónuna sína hérna. Þannig að markmiðið á að vera það að minnka snjóhengina nógu mikið en við þurfum ekki endilega að losna við hana alla. Og þegar afnámsferlið síðan hefst þá hægt að dreifa útgöngu bæði Íslendinga og útlendinga yfir lengri tíma með notkun til dæmis stiglækkandi útgönguskatta og þá getum við tekið út hugsanlega einhverja hægfara veikingu krónunar yfir lengri tíma sem að hugsanlega bara það sem að þjóðarbúið þarf. Þannig að notkun þessar útgönguskatta getur verður sennilega svona integral hluti af því að letta höftum þegar það búið að leysa úr svona stóru vandamálum. Svo eigum við líka að hugsa til þess að það eru tiltölulega góðar aðstæður núna til að afnema höft og meðan vextur eru lágir erlendis og áhættusækni erlendra fjárfestar aukast. Þegar ef við getum boðið þeim upp á arðbær verkefni, nota bene, við erum ekki að tala um vaxtamunaviðskipti, við erum að tala um arðbær verkefni innanlands, þá hugsanlega auðveldara núna heldur en einhvern tímann seinna að fá erlenda fjárfestingu inn í landi. Og svo það aðalatriði að afnám hafta, þetta það sem kallað fjöljafnvægisstað, að höftin verða afnumin og þá mjög sennilegt að myndist annarkvort aðstæður þar sem að öllum finnst þeir knúnir til þess að losa sig við íslenskar eignir og allir vilja eignast gjaldeyri af því það allir hræddir allir aðrir sé að fara að gera það eða þá að myndast staða þar sem að mjög fáir gera það og það þá í krafti þess að einstaklingar og fjárfestar séu rólegir með það sem aðrir eru að fara að gera og hvort jafnvægi verður fyrir valinu þar sé það sem að allir losa sig við íslenskar eignir eða enginn losa sig við íslenskar eignir að það ræðist eingöngu af því hversu trúverðugt afnámsferlið hversu vel okkur gengur að leysa úr þessum vandamálum og hvert traustið á íslenska hagkerfið og þessum það lykilatriði í okkar huga að á næsta kjörtímabili þá miðist vinna við afnám hafta við þetta að skapa trú á íslenska hagkerfið og á afnámsferlið. Takk hérlega fyrir. Það eru góði gestir, það var svo sem ekki von á því að við fengum ykkur einhlít svör við þessum spurningum en þetta getur vonandi orðið ykkur veganesti inn í komandi vikur og mánuði og kannski hjálpað ykkur eitthvað við að gera upp hug ykkar í kosningunum framöndan.
Mig langar svona aðeins í restina að fá að nota tækifærið og greina ykkur frá niðurstöðu úr velheppnuðu hlutafjárútboði í Vís sem var lokað í gær. Fjárfestingarbankasvið Arion banka sá útboðið og seljandi hlutanna var Klakki, og það svo sem þetta segja að það var góð þátttaka. Þetta voru tæp 5.000 aðilar sem að skráðu sig fyrir hlutum í útboðinu og heildareftirspurn var 150 milljarðar. Þannig að niðurstöður útboðsins voru það að 70% hlutur var seldur. Klakki ákvað að stækka þetta upp í hæstu mögulegu heimild sem var 70%. Og hann var seldur fyrir 14,3 milljarða og gengið var á bilinu 7,95 og upp í 9,20. Þannig að þeir sem að hafa sérstakann áhuga á þessu og lögðu svona og stúderuðu aðeins útboðið, það voru þetta 3 tilboðsbækur. Þannig í tilboðsbók A, þar sem menn gátu skráð sig fyrir upp að 50 milljónum, að þar ákvað Klakki að stækka eða auka við úthlutunina út af gríða mikilli þáttöku. Þannig að það voru 14,55% af útgefnum hlutum sem að var úthlutað í tilboðsbók A, og hæsta skráning þar var 1,5 milljónir. Nú í tilboðsbók B, þar var úthlutað 30,7% af útgefnum hlutum og fjárfestar í tilboðsbók B fengu 5% af því sem þið báðum. Og loks var það tilboðsbók C, sem var svona aðeins ný tilraun, þar sem að menn gátu skráð sig utan verbils, og þar sem sagt ákvað Klakki að úthluta 24,75% af útgefnum hlutum. Meðalverðið í þeirri bók var 8,52 krónur á hlut og eins og ég segði hæsta verð 9,20. Þannig að þetta var afar velheppnað útboð held ég, og ég sannfærður það að Vís verður góð viðbót við hlutabréfamarkaðinn hér, en ef allt fer sem horfir að þá verður Vís tekið til viðskipta síðasta vetrardag, það er að segja miðvikudaginn í næstu viku. En hafandi sagt það, þá vil ég bara ítreka það að Hafsteinn og Ásdís verða hérna frammi, þannig ef menn vilja ræða eitthvað þar sem að þau höfðu fram að færa, þá eru þau boðinu búin til þess. Annars vil ég bara þakka ykkur fyrir komuna og óska ykkur góðs dags. Takk.